og svo byrjaði ég að vinna hérna heima og kölluð til fyrir alls konar nefndir, þú veist bara allt í einu færðu tölvupóst, nýútskrifaði meistara með meistaragráðu og það bara herðu landlæknisembættið kallar þig fyrir að fundi og þú ert bara uppi með þér og ert bara eitthvað oh my god, sjá hver ég stimplast inn í fræðasamfélagið, eitthvað hérna og svo bara 2 tímum seinna ertu búin að gefa alla þína bestu þekkingu og eitthvað svona og labbar út og svo bara gott í hjarta fyrir íslenskt samfélag. Svo heldur þetta náttúrulega áfram og svo erum við núna 14 árum seinna, skilurðu, og þá fara svolítið svona að renna á mann 2 grímur, þannig að þetta verður rosa blaut tuska og eins og það sem eldri eru, sem eru bara svona mína fyrirmyndir og mentorar innan fræðasamfélagsins, þegar ég fór að setja þessar nefndir og hafa kannski verið að kalla okkur til að lágmarki einu sinni í mánuði, þetta eru fyrir fleiri ráðuneyti og fleiri nefndir, og ég segi, sendu við reikning og ég hef ekkert segja tímalaun, eitthvað skrifa undir samning og þá bara eitthvað, krútt. Nei, þetta ólaunað, þetta bara fyrir íslenska ríkið og ég bara eitthvað, Stoppa þess. Það tók hana 14 ár að átta sig því hún var ekki að fá borga fyrir þetta. Er ég að missa einhverju hérna? Sko, þeir eru búin að snúa þessu viðtali. Þetta basically svona, þessi skýrsla ömurleg af því að, þú veist, sko, þetta svona pínu, akkur fekk ég ekki 17 milljónir, akkur mátti ég ekki skrifa þessa skýrslu. Já, og sko, það tók hana 14 ár að átta sig á því hún var ekki að fá borga frá íslenska ríkinu nema biðum það. En hvar niðurstaðan drengina? Þetta bara hennar fjármál? Þú veist, ef ég ekki búin að fá greitt inn á reikningin minn annan, sko, hvers mánaðar, þá ég farin að senda mynda hafnaboltakilvum hérna niður á broadcast, sko. En hvernig geta þeir snúið þessu? Ég ekki að djóka. Ok, það kemur stór skýrsla menntamálda drengja og þeir ná að snúa því upp í launamál kvenna. Já, á 0,1. Já, akkurat, að því það á alltaf snúast það. Hvaða skemmt er það? Og hérna, og að það að ég efast að hann Tryggvi hafi gengið að því að spurja ekki greiðslur, hvað væri greitt fyrir þetta og ég ætla að leyfa mér svona flestir fari ekki almennt í vinnu nema að vera búin að semja laun fyrir og sko ég kunni alltaf vel við hana Sigurdögg en þetta bara eitthvað heimskulegt sem ég hef heyrt að ef að þú ert allt í einu áttaði á því 14 árum seinna að þú ert búin að vera að vinna ólaunað alla þennan tíma og sért farin að pæla í því að við byrjaði þarna 2010 en 2024 eftir farin að spá, hvert á ég eftir að senda reikningana þá mjög líklegt að vandamálið liggi hjá þér. Sko, já og líka bara hún ekki að því hún með erlenda masterskráðu, hann það líka. Just, þannig að ég eiginlega, þetta frekar, þetta byrjar frekar svona biturt. Já. Þessi, já. Þetta fer ekki vel að staðan að þú veist á neinum mælikvarða. En ég vonast að það fer eitthvað að tala þessa drengi. Það hlýtur að vera, þetta nú eftir allt saman skýrsla það. Við skulum höldum áfram með það. Þetta nú ekki myndir sem við höfum almennt að nefndar störfum. Nei, hjá hvorki fyrirtækjunni í hinu opinbera. Nei, og ég að taka tíma frá vinnunum minni, frá fjölskyldunum minni í krúttlega vinnu fyrir íslenska ríkið. Bara mátti ég fá að samþykkja það? Já, ert að nota það sem þú ert búin að læra. Þannig að þetta bara vinna. Ég ekki að tala bara hvernig... Mátti ég fá að samþykja það? Var hún neitt í þessa vinnu? Þetta nauðungavinna? Var hún hneppt í þrældóm? Var hún hneppt í þrældóm þarna og hafði hún ekkert það að segja og manneskja þetta hámentuð eins enn og aftur, þú veist, ég kendi syni mínu þetta þegar hann var 15 ára, það var að spyrja hvað hann fengi laun, sko. Já, en af hverju eru þau að tala launin hennar? Er það eina áhugaverð í þessari skýrslu að vera ekki kona sem fekk greitt fyrir hana? Eins og segi, það hefur engin félagsfræðingur í HÍ að mér vitandi og þar eru að mér skils konur í yfirgnæfandi meirihluta sýnt þessu á máli nokkurn áhuga fyrir að koma í ljósa að hægt að borga fyrir það. Já, en líka þú veist, við erum með stórt hlutfall drengja sem eru varla læsið sér til gagns úr grunnskóla og að hún hafi ekki samt reikninga fyrir sína vinnu stóra umræðan vanda drengi í skólakerfinu. Bara ég alveg sammála því. Það það sem við ættum að vera einblín á. Það hefur engin áhuga á því. Það akkur Sigurdögg átt að segja á því eftir 14 ára og hún var ekki að fá útborgað. Já,
Nei, þú veist, ég alveg hefur engin áhuga á okkur við erum ekki vant að drengja. Það öllum skít sama það. Þeim tókst að gera þetta, tókst að taka athygli frá vandamálinu og að þessu með að það var ekki að vera að borga konum fyrir. Höldum aðeins áfram með þetta. Súrsaði lauk í gær, skilur mig. Þú segir hérna, ég er hætt þessu. Já. Og þú minnist á starfshóp sem þú varst sjálf í með öðrum 15-20 konum. Til að fjalla eflingu kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Já, og bara stöðuna, kortleggja stöðuna eins og hún er. Og segir að þú hefur ekki eins og fengið fundaraðstöðu og hvað það meira? Nei, við vorum alltaf hérna, heyrðu, ert þú með, megum við koma og sitja við kontorinn hjá þér? Þú veist, sem er ógeðslega hallærislegt náttúrulega líka. Og þú veist, það var eitthvað svona vatn á borðunum, af því að, veist, af hverju ætti þau að koma með og við bara komum með okkar eigin næsti. Allt er komið það, en enginn að biðja kleinur og uppáhald. En þú veist, þegar maður fær svona og svona einhvern veginn, þú veist, þetta er gert svo lítið þá úr fagþekkingunni þegar það er bara, við viljum skýrslu sem á að hafa vikt, hún á að vera vel unnin, faglega, af öll okkar helsta fagfólki. Og það voru leiðbeiningarnar. Það voru leiðbeiningarnar, en þið finnir svo bara út úr þessu og við ætlum ekkert að koma nánar inn í það eða hjálpa til eða styðja við eða bjóða upp. Sko. Ég er nokkuð vissum að skýrslan sem hún er að tala sé það sem hafa komið af staðafinni Sólborgu held ég sem hafa með þarna Fáitar Instagram síðuna og það var ekki vegna þess að þær voru kallaðar til vegna gríðalar eftirspurnar heldur vegna þess að þau voru búin að, ég man hún var að fjalla með það, þau voru að láta rigna og nota öll áhrif sem þau gátu til þess að fá að setja þessa skýrslu, koma þessari skýrslu inn með kynfræðsluna. Ekki vegna þess að það var hringt í þau frá ráðuneyti og beðið það. Ég veit ekki hvort það var hringt svo í Siggudögg eða einhverja sem komu svo aðinni með þeim. En þarna ertu að tala samt skýrslu sem var ekki beðið upprunalega versus skýrslu sem er verið að þrýsta á út af gríðalegu óánægju með málin í samfélaginu. Sko mér finnst ég knúin til að benda að það kom hvergi fram hversu marga kleinurringi hann hefur fengið við skýrslugerðina eða hvort hann þurfti að koma með nesti. Nei, heyrðu, ég veit, já. Hann hafi, Við óskum eftir upplýsingum það hvort að Tryggvi hafi líka, hvort hann hafi þegið veitingar eða fundaraðstöðu. Já, hvort hann hafi þegið veitingar eða fundaraðstöðu við gerð skýrslunar. Ég óska eftir upplýsingum það. Bara, ekki fékk ég skrifstofu þegar ég, þú veist, hvað erum við að tala Við erum að tala menntamanda drengja. Og líka, veistu hvernig fyrirsögnin móðgandi? Veistu hvað stendur? Borguðu 17 milljónir fyrir skýrslu skrifaða af kallmanni. Já, það er nú einna besti hluti við þetta. 17 milljónir fyrir skýrslu skrifaða af apa. Þú veist, hvað meinarðu? Akkur er hún minna virða því maður skrifaði hana? Ég meina að þú ert farin að borga kallmönnum fyrir eitthvað, þá ertu náttúrulega orðin ógeðsli mannvera. Við vitum þetta. Þetta er bara fyrirsögn, bara kallmaður. Já. Veistu, í alvörunni, þetta, þú veist, þetta snýst ekki drengina, þetta snýst fundaraðstöðu skýrsluhöfunda.